Ég og Bjössi horfðum á serbíska mynd. Serbíska mynd. A Serbian film. Heyrðum svona eitthvað að talað hana og væri svona ógeðslegasta mynd sem hefur verið gerð. Cirka, já. Og, ég held þetta sé mjög hátt uppi á ógeðslegu myndum. Við erum með fyrrum klámstjörnu sem að er svona hans son og sonurinn, þú veist, þarf með þess að fara í söngskóla og eitthvað þannig. Þar, þú veist, þeir eru svona low on cash, ekki mikinn pening, og þau ákveða að hvað heitir hann aftur? Milos, já, hann heitir Milos eða eitthvað. Honum býðist atvinnutækifæri. Þótt að hann sé á eftirlaunum. Hann fær svona once in a lifetime moment til að fá mikið af pening, og við veitum auðvitað ekki hvað er mikið, en hann, þú veist, hvíslaði því að þannig konunni sinni, og hún var bara ógeðslega spennt. Hún bara gaf frá þetta hljóð. Nice. Já, og síðan þá fer hann, og ég vil ekki gefa, þú veist, ógeðslegustu atriðin upp. En þetta er djúpt, þetta er dimmt. Þegar það kemur að endinum, þá er þetta mikið að gerast. Það er mjög mikið að gerast. Bara hluti sem eitthvað gæti ekki dottið í hug. En í gegnum myndina svona, það er kannski svona helmingurinn búinn, svona halfway through, þá komast við að því að hún er svona byrla svona ofur greddulyf. Hann verður bara massíft graður, og hann Hvað? Það er bara með eitthvað blekta. Nei, hvað? Hvað? Nei, hvað? Ég ætla svona að segja ykkur frá einu atriði, en ef þið vilja ekki heyra þetta, haldið fyrir eyrun. Ok, svo hann fær þessi hann fær svona, já, greddulyfið eitthvað, ég man ekki einu sinni hvað það heitir, og hann að hlekkja þessa konu við rúm, og hann er ekki beint neittur, hann bara ræðir svona á hana, þú veist, kynferðislega, og byrjar bara að hafa samfarir með henni, og hann er með svona earpiece hérna, og það er verið að segja að hann er bara að slá hana og síðan lemja hana, og hann gerir það. Síðan er gefið honum sverð eða hníf, svona sveðju eða hvað sem heitir, og hann bara choppar hann í höfuðið, bara og er ennþá að ósamkvæmar kvæmilegar samfarir. Já, ég veit, samfarir, gaman að þeim. Svo, já, það er ekki ógeðslegast atriði. það er, þið vitið hvað er ógeðslegast atriði, þið sjáið það, og það eru nokkur þegar kemur svona í þennan svona lokakaflanum. En þið þið horfið bara á þessa mynd eða viljið. Þessi mynd er actually rosalega góð, þú veist, hún er ekki neitt slæm, þótt að manni leið illa stundum. Rosalega, þú veist, gott handrit, hún er rosalega vel leikinn, þannig að bróðurinn hans leik rosalega vel, og prodúserinn af þessu artistic klámi. Þannig að
Þér leikur þetta rosalega vel. Samt frábær upplifun, allavega upplifun. Já, kannski frábær. Þetta var upplifun. Við vorum bara orðlausir eftir myndina, sko. Þetta var bara, vá. En já, svo þetta er, þú veist, verra en The Human Centipede. Hún er eiginlega bara einhver andskotans Disney-mynd með þessa mynd, sko. Svo þetta er basically bara skoðunum okkar á þessari mynd. Við erum ekki neitt að spá í að gera þetta mikið. En já, svo njótið vel og tjekkið þessa mynd út. Hún er samt ekki fyrir þá sem eru með mjög veika maga. Sjáumst.